Góða kvöldið. Nú ætti allt að vera komið í gang og ég segi ekki betur en að allt virki eins og það á að virka. Þá ætlum ég að finna hér í símanum mínum myndbandið svo ég fylgst með kommentum eða ef eitthvað er eitthvað á skjön. Svona. Ég sé þetta hérna fyrir framan mig. Svona. Góða kvöldið, gleðilegt fullt tungl. Það er fullt tungl í Krabba, fyrsta fulla tungl ársins 2025 og þetta er í gamla dagatælinu eins og kallað. Þá er þetta sem sagt tungl úlfsins, Wolf Moon, og þá var talað að þetta væri svo árstími sem að úlfarnir væru svolítið að koma svona á kreik og að kannski færa sig aðeins svæði og taka meira pláss í rauninni. En ég er með þrjá stokka og það eru hér Mystical Shaman Oracle og komið tíma að hann fannst mér. Svo erum við með gamla góða Moonology, svo er ég með Manifestation og Messages token með líka og svo er ég hérna með Wisdom of the Chakras, eða Infinite Wisdom of the Chakras heitir hann og þetta svo það sé rétt. En þá ætlum ég að leggja skjáa niður, sýna ykkur spilin, leyfa ykkur að tengja og ég ætla aðeins að tala orkutunglsins og krabbaorkuna. Og svo förum við í lestur. Þannig að hér eru spilin. Og það er hér Mystical Shaman, svo er Moonology og Infinite Wisdom of the Chakras. En þetta fulla tungl, krabbatungl, það er nefnilega svolítið áhugavert að þegar krabbin er þessi rosa tilfinningavera og á til að bera tilfinningarnar með sér. Þannig að ekki endilega allt er ekkert endilega í því að sýna þær. Maður sér ekkert alltaf tilfinningar utan á krabbanum en krabbarnir þeir eru með þessar tilfinningar innan í sér og fela þær síðan inn í skelinni sinni og eru stundum að burðast með þessar tilfinningar lengi inn í skelinni sinni og ef þeir passa sig ekki þá getur orðið ofhlaðning á tilfinningum inn í þessari skel þannig að skelin verði of þung. Og það er náttúrulega bara eins og hjá okkur öllum að ef við erum að burðast mikið með alls konar tilfinningar eða atburði, minningar, uppákomur, áföll, að við erum að halda í það, geyma það, að þá verður lífið svolítið þyngra. En það sem að gleymi stundum í allir þessu umræðu með að sleppa tökunum á atburðu fortíðarinnar og að láta fortíðina frá sér, sleppa henni og vera ekki að halda henni með sér lengur og vera ekki að draga henni áfram í bakpokanum eða inn í skilinni sinni, að við megum líka alveg kveðja. Stundum erum við svo upptökn af því að segja skilið við tilfinningar okkar eða einhverja fortíð eða minningar, einhvern sársauka, að við bara sleppum tökunum á því eða hendum því hana frá okkur eða hendum því í ruslið og bara losum okkur við það. En fyrir vikið þá er oft erfiðara að sleppa tökunum á ýmsum tilfinningum. Það er ekkert allar tilfinningar slæmar heldur eða vondar eða óþægilegar. Ýmsum erfiðum minningum eru oft fallegar minningar líka og fallegar tilfinningar. En við megum líka, eins og segja, við megum gefa okkur tíma til að kveðja þessar tilfinningar eða minningar eða atburði. Að leyfa okkur að staldra við, upplifa tilfinninguna, þakka fyrir og segja svo bless.
bara rétt eins og þegar við kveðjum, þegar við kveðjum vin okkar, þá kannski knúsum við bless eða kyssum bless, eitthvað svoleiðis. Þegar við kveðjum einhver sem er að klára lífið í þessari jarðvist og er að fara yfir móðuna miklu, yfir í andaheima, að þá leyfum við okkur að syrgja, við grátum. Jafnvel bara það að vera kveðja vini sína eða eitthvað sem maður þykir vænt að þegar maður er að fara langt í burtu. Maður kannski grætur það smá. Og við megum alveg leyfa okkur að sitja með að staldra við einhverjar minningar, einhverjar fortíð, atburði, tilfinningar. Við megum alveg staldra við, upplifa það, þakka fyrir það og láta það svo frá okkur og kveðja það. Ekki bara endilega henda allir í ruslið, bara kveðja með þakklæti. En þá skulum við fara í lesturinn. Við byrjum á Mystica Shalom. Og þannig að þetta fulla tungl. Og þá erum við að skoða svolítið hvað við erum að láta frá okkur og hvað kemur þá næst, hvað er framundan. Hvað tunglið er að sýna okkur, hvað við láta frá okkur, hvað er að sýna okkur og hvað er framundan. Byrjum á því að fá spil fyrir það sem við erum að láta frá okkur. Það er sjáandinn. Og það er þessi sem að veit, sem að er með upplýsingarnar, sér og skilur. Og í þessu þá er svolítið verið að taka inn í myndina að þegar við erum komin með skilning fyrir aðstæðum fortíðarinnar, þegar við erum búin að skoða fortíðina okkar, skoða tilfinningar okkar, og erum komin með skilning á því sem að við þurfum að skilja, því sem við þurfum að sjá, og þetta á mjög oft við atburði liðinna tíðar eða jafnvel einhver áföll eða erfiðleika, aðstæður, jafnvel aðstæður sem að maður ólst upp með. Og þegar við erum komin með vitneskjuna og skilningin fyrir af hverju þetta var svona, hvað þetta raunverulega var, maður með mismunandi sjónarhorn, þá er komin tími til að láta það frá sér. Og sérstaklega ef við erum að kanna einhverja erfiðleika, að þegar skilningurinn er komin, að þá er tími til að sleppa takinu og kveðja. Og ef við fáum svona megin skilaboðin sem fylgir þessu tungli, hvað er verið að sýna okkur, hvað er tunglið að sýna okkur með því að lýsa það upp með ljósi sínu. Það er hér The Beloved, sem er bara ástin sjálf, kærleikurinn, hjartað. Að það má sleppa tökunum á því sem maður elskar eða elskaði. Það má líka þykja vænt fortíðina þó hún hafi verið erfið. Það er allt í góðu. Við erum ekki skuldbundin til að geyma eitthvað sem að okkur þykir kannski vænt og við erum heldur ekki skuldbundin til þess að mislíka allt sem við þurfum að láta frá okkur. Þegar eins og ég segi, það er oft sem að þrátt fyrir erfiðleika, erfiði aðstæðum eða eitthvað þunga, og þá eru oft sambland af góðum og erfiðum tímum og fallegum og erfiðum minningum, að það má elska en samt sleppa tökunum. Og stundum er það nákvæmlega það sem við þurfum að gera, og til þess að sýna okkur sjálfum hvað bestan kærleika, til þess að hlúa okkur sjálfum, þá þurfum við einmitt að sleppa tökunum á því sem að veita okkur einu svona ánægju og gleði, sleppa tökunum á því sem að okkur þótti vænt
Og það kemur hérna með þessari vitneskju, með skilningi á aðstæðum, að þá má elska það þó það hafi verið erfitt og þá má kveðja það með þakklæti fyrir lærdóminn og fyrir það að vera búin að vaxa sem manneskja. Og ég skoðum það hvað framundan. Það hér miðheimur, miðjan okkar sem þess að í sjámanfræðunum. Þetta þá í rauninni heimurinn okkar hér á jörðunni. Hvað við ætlum að læra frá vistinni hér í þessu jarðneska lífi og frá bæði manni og náttúru sem við erum með hérna upp á yfirborðinu án þess að vera kafa endilega í dýptinni, dýpt jarðarinnar eða skjóta okkur í þekkinguna upp á heimnum. Heldur þetta bara hér og nú í þessu lífi, líf þitt í dag sem manneskja og þessari jarðvist í sátt og samlyndi við náttúruna og dýrin sem eru hér, núna. Lífi sem þú hefur skapað þér. Þetta í rauninni svona þessi harmonía, þetta jafnvægi að vera í núinu og vera til staðar með sjálfum sér. Að við erum meðvitaður að maður á holdi og gróði og jörð, við erum andi og þegar þetta kemur saman þá erum við í miðju. Við erum bæði á sama tíma og það það sem þessi jarðvist snýst við. Þannig að það þá með þessu að sleppa með þakklæti og kærleika, sleppa tökunum á þessu gamla og sleppa tökunum á þessu sem við erum komið með skilning fyrir. Bara kveðja það með kærleikanum að þá næst þetta jafnvægi og jarðneskt líf verður bærilegra, auðveldara. Og við skulum fá manifestation-spil á þetta. Það kemur hér clear your mind. Tæmdu hugann. Stundum þurfum við einfaldlega bara að hætta að hugsa og núlla allar hugsanir okkar. Þá kemur svo vel að geta stundar kannski einhverja hugleiðslu eða transvinnu jafnvel, að bara fá þögn og ró í hugan, að ekki ofhugsa hlutina og einbeita sér þá kannski frekar af tilfinningunum, að vera ekki alltaf að greina eða hugsa meira eða það þarf ekki endilega að skilja heldur allt vitsmunalega eða einmitt þetta að við erum svolítið gjörn að nota hausinn á okkur til þess að skilja tilfinningar okkar, skilja hjartað okkar og magan okkar. Það sé alltaf heilabúið í það allt saman. En stundum þurfum við bara að tæma hugan, hætta að hugsa og leyfa tilfinningunum að segja sitt án þess að dæma þær með huganum. En þá skulum við fara yfir næsta stokk sem númerologi. Byrjum á kanna hvað við erum að láta frá okkur. Það kemur hér að hér þarf að stilla af. Það þarf að stilla af að hérna finnst mér vera þá einhver óvissa og jafnvel einhver óregla á tilfinningum að getur verið sennilegast einmitt ómikið álag á einum stað og annar staður í sjálfinu vanræktur. En hérna þegar við þurfum að stilla okkur af þá þurfum við svolítið að sleppa tökunum á mynstrinu sem við erum komin í núna, á rútíðinu sem við erum í núna. Þurfum að breyta einhverju
við erum að endurraða forgangsröðinni og það getur bæði átt við ef við erum að gera of mikið á einu stað, til þess að við erum að vinna of mikið eða að neyta of mikils í veraldlega heiminum og jafnvel líka ef við erum orðin eitthvað stopp og komum einhverju verk og erum í rauninni of mikið að gera ekki neitt. Ég vil ekki segja að við séum að hvíla okkur of mikið, heldur of mikið í stoppi þar sem við erum ekki neitt með framkvæmt. Þannig að hér þarf að stilla af. Og það skulum við athuga hver eru meginskilaboðin. Hér þarf að stilla af. Hver eru meginskilaboðin? Það þarf að stilla af. Og það kemur hérna bara fullt tungl sem segir surrender to the divine. Gefðu eftir þínum æðri mætti, sama hver þinn æðri máttur er eða hvað þú hefur gefið þínum æðri mætti. Til að stilla af þá þurfum við einfaldlega stundum bara að láta í rauninni allt frá okkur, staldra við og einmitt þetta að ekki nota höfuðið of mikið, ekki hugsa of mikið, heldur leyfa bara okkar innri sannfæringu, okkar aðra sjálfi, innsæin okkar að koma aðeins meira upp á yfirborður og segja okkur hvað við þurfum. Að þegar við ætlum stundum að hafa svo mikið vit fyrir sjálfum okkur með huganum, að við teljum okkur vita hvað er besta leiðin, vita hvert við eigum að fara núna, í hvort fótum við eigum að stíga og ætla að stýra lífin okkar með viti og vitsmunum sem að er oft ágætt að geta stigið inn í það og keyrt áfram með því, en við þurfum stundum bara að leggja hausinn til hliðar og leyfa okkar innri sannfæringu að stýra okkur, leiðbeina okkur í það sem við þurfum akkurat núna. Af því að vitið vill stundum fara með okkur út í öfga eða jafnvel út í að vera of ströng við okkur sjálf, að píska okkur áfram, að ramma okkur of þétt inn. Og vitið vill svo líka stundum bara stoppa og gefast upp, af því að hugurinn telur eitthvað ómögulegt. En við þurfum þá að skilja svolítið hugan eftir, tengja inn á okkar æðri vitund, gefa eftir, biðja leiðsögn, gefa eftir og taka vitneskjuna innan frá og einmitt frá kjarnanum okkar, ekki endilega huganum. Og hvað er það framöndan hér? Tími til að gefa frekar en þiggja. Að hér með því að gefa eftir, stilla okkur af, að þá verðum við líka færari að vera til staðar fyrir aðra, færari að gefa af okkur, við gefum betur af okkur ef við erum sjálf heil, getum líka gefið okkur sjálfum og þetta að við náttúrulega þurfum að heila inn á við. Við rauninni marktakasta heilunin sem að við getum þegið, það er þegar við gefum okkur sjálfum heilum. En þetta er allt spurningum að vera heill því sem það gerir, hlusta eftir innsæinu, ekki píska sig áfram endilega eins og hugurinn vill gera. Og hér þarf að stilla af og finna jafnvægi í því hvað hentar manni best núna, hvað er gott fyrir okkur núna. Á ég að hægja eða hraða á ég að minnka eða auka, er ég of eða van einhvers staðar í lífinu. Þetta er fínstilling, en við getum gefið svo miklu meira á okkur ef við erum í jafnvægi. Og þá skulum við fá manifestation til hér.
hér kemur assess the situation, það er að segja það þarf að meta stöðuna, staldra við, skoða hvað er í gangi í kringu sig, skoða hvernig lífið taka tjekkið á sjálfu sér, svona self-tjekk og meta stöðuna. Hvað þarf að stilla af? Hvar er ég of eða van, meira eða minna, eða hvar þarf ég að hraða eða hægja? En hérna þarf greinilega að stilla af, finna hér vægir. Og þá skulum við fara í síðasta stokkinn sem við vistum okkur chakras og aftur komum við hverju erum við sleppatökunum, hvað erum við að láta frá okkur. Og það er hér Fönixinn, eldur umbreytinga, vertu viljug til að rísa upp aftur og þá myndu ná takmörkum þínum. Hvað sem það er sem í gangi, saman hversu oft við upplifum eins og við lendum á einhverjum vegg eða eins og lífið eða aðstæðunar í líf okkar lemja okkur niður, að með því að stíga alltaf upp og halda áfram samkvæmt eigin sannfæringu, samkvæmt innsæi sínu, að þá myndu ná. Og það er svolítið þetta við okkur þarf stundum að mistakast 1000 sinnum til þess að takast ætlunarverkið einu sinni. En það skiptir ekki máli hvað við erum að gera, að ef við hnjótum ef við rismum okkur, ef við hrösum aðeins, svo lengi sem við stöndum aftur upp og höldum áfram, þá erum við á réttri leið. Þannig að fyrir ykkur sem eru á þannig stað í lífinu, að ykkur finnist þið fara hægt yfir eða finnist þið reka ykkur aftur og aftur á vegg eða hrasa og hnjóta starta aftur upp og halda áfram. Við þurfum stundum bara að sleppa tökunum á hömlunum í lífi okkar og sérstaklega þeim röddum sem að segja þér mistókst, hættu. Þannig að sleppum tökum á mistökunum okkar, látum þau bara fara í foldina og höldum áfram. Þannig meginskilaboðin hér. Það er hér Lakshmi sem er hin gilda gyðja sem segir að hin gilda gnægð, velmegunin sem er til í heiminum er að opnast fyrir þér. Þannig að haltu áfram. Sama hversu mikið þér finnst þér hafa mistekist, slepptu mistökunum, láttu þau frá sér. Ekki láta mistökin hanga í þér, eitthvað sem að þér hefur misfarist í lífinu, að ef þú ert sífellt með það hangandi aftan þá hægir það á þér, það hamlar þér. Slepptu tökunum á fyrri reynslum, þar sem að eitthvað hefur ekki gengið upp eða hefur misfarist eða hægt á þínu þroska eða velferð. Haltu áfram að því að heimurinn opnar alltaf meira og meira fyrir þér eftir því sem að þú heldur á það. Og hvað er það framundan? Rosalega eldsorka hér. Framundan er hér björninn sem er verndin. Þessi er farðu, leitaðu inn á við og tengdu þig við það rými innra með þér sem vekur öryggi og innri visku, þú ert verndað. Biðdu vernd frá þínum æðri mætti, leitaðu inn á við og findu þennan stað innan í þér sem að þú finnur fyrir ró og öryggi. Þannig að þegar að lífið er meira en þér finnst þú ráða við, þá getur þú að leita í hvíldina innra með þér og ef þú hjúpar þig, biður vernd á þinn hátt, hvort sem það er að hjúpa þig með ljósi
eða sjá fyrir þér ykkur klæði, ykkur hvítan dúk sem að umveru við þig, sér fyrir orkusviðið þitt og sér fyrir þér að ekkert slæmt komist þar inn fyrir. Saman hvað það er þín leið á þess að verða alltaf með þér, og þegar þú upplifir eins og að þú sért óöruggt eða lífið er of mikið eða þér finnst þér að vera að misfarast, farðu það alltaf aftur inn í þessa vernd. Finndu róna innavið og öruggið. Nú skulum fá hér manifestation spil. Já, ok. Það er bara 2, ég ætla bara að taka bæði, það kemur aftur clear your mind, þannig að tæmdu hugan. Oft sérstaklega þegar að við erum eitthvað að skoða fortíðina eða þegar við erum að upplega eins og við séum að hrasa eitthvað í lífinu, að þá getur hausinn okkar vera okkar versti óvinur þegar hann getur verið svo grimmur við okkur. Það er enginn sem er grimmur við okkur eins og við sjálf. Og bara niðurrifs hugsanirnir sem að við stundum leyfum okkur, þær geta verið svo svakalegar og það er ágætt að stoppa sér stundum af og minna sig á, myndi ég segja svona eða við aðra mannesku sem er að reyna sitt besta eða er að reyna að þroska sig eða betra sig á einhvern hátt. Myndi ég til að segja svona grimmt og ljótt við aðra mannesku? Oft er það ekki svari bara nei. Þannig að af hverju ættirðu að hugsa að segja svona til þín? Og svo er hitt spilið, það er be proud of yourself. Vertu stolt af sjálfu þér. Fyrir þetta einmitt að þú skulir alltaf standa upp aftur. Að þú skulir alltaf reyna aftur. Þannig að haltu áfram. Haltu áfram. Og þá þið fá eitt message spil fyrir heildina. Svona fyrir alla. Það kemur hér support, stuðningur. Það er ómetanlegt að hafa gott stuðningsnet bæði í þessum heimi, í öðru mannfólki, hvort sem eru vinir eða fjölskylda eða fagaðilar eða samstarfsfélag. Stuðningur er ómetanlegur og að finna eins og maður tilheyri og maður sé öruggur, þetta er dásamlegt. En svo getum við líka að leita stuðnings umfram þennan heim, hvort sem það er til það sem við myndum kalla framleiðna eða orkuvera. Þú ræður sjálft hvernig þú túlkar eða hverju þú trúir, en að finna að það sé stuðningur líka í orkusviðum okkar og í kringum okkur. Og þegar þú finnst þú efast ef þú upplifir sjálft þig eitt eða efast að hafa stuðning, leitaðu þá í orkuna þína og leitaðu þá út fyrir þennan heim og finndu að við erum öll með stuðning. Við þurfum bara að trúa því. Ok. Þá ætlum ég að lyfta aftur skjánum. Svona. Dásamlegt. Mjög svona, ég tók eftir þá svona keimlíkur hljómur þó að það hafi verið mismunandi lestrar og svona grunnatriði að nota hausinn minna, hugsa minna, en þar kem ég að þegar ég koma aðeins inn á eitt af því sem ég hef stundum látið flakka er að ég er þeirra skoðunar að við séum í rauninu með 3 heila og það er einn hérna uppi og svo annar í brjóstkassanum hér og svo þriðji í maganum og við gefum þessum hérna uppi allt og mikið vald af því að þetta er klárlega ekki gáfaðasti heilin okkar. Hínu 2 ætti raunin að stýra okkur meira, meðan þessi hérna uppi, hann ætti þá að vera bara í einhverjum svona skipulagsatriðum og reikna einhverju stærðfræði og eitthvað svona, má sjá bókhaldið, en það er þessi 2 hér sem er raunin ætti að leiða okkur í gegnum lífið, þó að þessi sé mjög praktískur. En það var svona, já, megin atriðið fannst mér skína gegn að hugsa minna, eða hugsa öðru síðan vel, en þetta er
eins og núna þetta með að sleppa tökunum, sleppa frá okkur úreltum hugsunum eða liðnum tímum, erfiðum tilfinningum, leyfa okkur kveðja. Þetta er ekki endilega auðvelt og þá er svo ágætt að finna að við erum ekki endilega einir í, við megum líka upplifa erfiðleikana við að sleppa frá okkur, megum upplifa söknuð og við megum gefa okkur tíma til að kveðja og það er það sem krabbinn er svolítið að biðja núna, að við leyfum okkur að fara gegnum allar tilfinningarna sem fylgja því að sleppa tökunum, af því að það er svo oft sem við heyrum þetta bara að sleppa tökunum á fortíðinni og bara henda því í rusli og bara losa sér við að það bara skófla skítnum út. En það eru stundum, þannig innan allt þetta sem við ætlum að losa okkur að það búa oft gimsteinar sem að okkur þykja vænt en við þurfum þá að sleppa tökunum á líka eða kannski þurfum að grisja hans úr og þá má alveg, það má kveðja, það má taka tíma í að kveðja, ég vil syrgja meðan maður lætur frá sér. En þá ætla ég að segja þessari leið sem lokið og ég vona að skilaboðin að þið svona rétt til þeirra sem þurfa að halda og koma að gagni. Og ég þakka bara kærlega fyrir mig og þakka fyrir áheyrnina og ég verð þá hérna aftur á nýju tungli eftir hálfa mánuð og það er þá nýtt tungl í Vatnsbera, eða ekki næs, Vatnsbera. En bara ástarþakkir fyrir mig, alltaf jafn ánægilegt að eiga svo stund með ykkur og ég vona að við njótið kvöldsins. Fullatunglið er á morgun en ég vegna Anna var með ykkur í kvöld en orkan alltaf byrjuð. Fullatunglina er hámarki sínu hérna á Íslandi annað kvöld, svona cirka 10:30 leitið. Nei, já. En ástarþakkir fyrir mig og njótið orkunar.